Ágætu, heyrið í mér. Eitthvað ekki í lagi. Ágætu örráðstefnugestir, ég vil byrja á því að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin hingað. Ég hefði viljað láta fara dálítið betur ykkur en áhuginn á þessari ráðstefnu hann er framar okkar björtustu vonum og við lærum af reynslunni og næsta örráðstefna við verðum að skipuleggja hana svolítið öðruvísi en það er auðvitað svona svolítið gleðileg vandræði fyrir okkur hvað áhuginn er mikill. Og í ár er Krabbameinsfélag Íslands 60 ára. Ég er bara búin að vera hér forstjóri í 1 ár og get lítið hreykt mér af sögunni en hún er mjög skemmtileg að lesa hana og glæsileg og við ætlum að halda upp á 60 ára afmæli með ýmsum hætti og þessar örráðstefnur tengjast meðal annars afmælinu okkar. Og vegna þess að þessi ráðstefna er núna í mars þar sem við erum í átaksverkefninu Karlmenn og krabbamein, Mottumars eins og ég sé að margir hafa áttað sig á, að þá erum svolítið miðuð við karlmenn. Það má segja að ekki síst bara heitið á ráðstefnunu sem að verð ekki með þessa stæla, ég vona engin móðgist, en þarna verður að höfða til þess að margir karlmenn í svona allavega hér áður líta það sem ákveði veikleikamerki að huga vel að heilsunni, fara til læknis, fylgjast með einkennum og svo framvegis og við erum að hvetja til þess að menn svona láta þeim sjónarmiðum og hugi mjög vel að heilsu sinni. Og það er gaman fyrir okkur að segja frá því að þetta átak hefur svo sannarlega náð augum og eyrum landsmanna. Þetta er orðið svona eiginlega sjálfstætt grasrótarverkefni sem við svona ýtum úr vör og svo grípur þjóðin má segja boltann. Og í fyrra, við gerum góða grein fyrir átakinu í fyrra á heimasíðun okkar og þá voru heimsóknir til dæmis á heimasíðun okkar 126.000, þær eru orðnar 145.000 núna. Í fyrra kom þangað fólk inn á heimasíðun okkar að skoða átakið og framvinduna frá 114 löndum auk Íslands og það er ekki minna núna. Þannig að þetta átak það er eiginlega svona vex og dafnar ár frá ári. Við lítum á þetta fyrst og fremst sem árvekna átak. Þetta er líka fjáröflunar átak hjá okkur. Við söfnum fjármagni með áheitum á heimasíðun okkar, með sölu skeggnælunar og með ýmsum fleiri svona minni viðburðum. En við erum stolt af því hvað árvekna átakið hefur skilað miklu fyrir íslenska karlmenn. Og það er alveg ljóst að það kemur menn sækja frekar til ýmissa starfsstöðva heilbrigðisþjónustunnar og þá er nú markmiðinu náð hjá okkur. En eins og þið sjáu er dagskráin þétt og hugmyndin var að standa undir nafn og vera örráðstefnu og mér er auðvitað ekki ætlað að eyða hér tímanum. Þannig ég ætla að biðja fundarstjórann okkar